Nei, kötturinn má vera. Þetta sko heimiliskötturinn og við þá sem ekki vita þá heitir hann Klaggi. Já. Þetta gesturinn minn, Ragnhildur Sveinsdóttir og þetta logoð á stúdíónu og ég ætla aðeins bara að renna yfir eins og ég geri venjulega yfir kostenduna og það Kaldi sem að þú ákvæmst að fá þér ekki núna. Ekki núna. Og það Reykjavík Photo og það Bauhaus og það Storytel. Mér langar aðeins að nefna hérna bækur. Ég byrjaði að lesa hérna bók Stephen King sem ég bara hafði ekki hugmynd að væri til. Datt inn á hann í Storytel. Og þetta mann sem að sem sagt fer aftur í tímann og ég ætla ekki að lýsa því af hverju hann dettur í gegnum ákveðna lúpu og hann að reyna að koma í veg fyrir að Kennedy Bandaríkjafóseti verði myrtur. Þetta fáránlega skemmtileg bók. Okay. En svo hinn geggjaða bók og alla bækur Jóns Kalmans, Himnaríki og helvíti hérna og bækurnar í þeim flokki og Stieg Larsson, bara ef þið viljið fá góðar og skemmtilega bækur. En skoðum aðeins myndir af viðmælda dagsins. Já. Ragnhildur, hérna myndaðir með hverjum? Talíu, dóttur minni. Þetta hún Talía. Já. Hún fædd hvað? 2015. Hún fødd 2015. Já, litla örverspið. Litla örverspið. Hérna ertu með allum strákanuðinum. Já, og Talíu þarna líka. Og hérna ertu á leik með Daniel eða ekki? Jú, á móti Fraklandi núna síðasta. Já, þegar þeir byrjuðu saman frammi, Daniel og Andri. Sem hefur stórt moment í bara lífi fjölskyldunar. Já, þetta var alveg mjög svona tilfinningaþrungið eða tilfinningaríkt. Já. Hvernig, hvaða tilfinningar þetta? Grætur móðir sem horfir á drengina sína saman í landsliði eða? Ég gerði það þarna. Ég gerði það yfirleitt ekki. Okay. Ég yfirleitt mjög bara róleg eða þú veist, bara svona, þú veist, kannski stressu hans inn í mér, en þarna var eitthvað neginn bara, það var eitthvað svo mikið og bara stórt og bara, þú veist, þeir eru búin að vinna svo mikið fyrir þessu og og maður fylgja þeim náttúrulega bara síðan voru litlir, þannig að maður bara og svo náttúrulega bara íslenski þjóðsöngurinn og allt þetta, þannig að ég var bara svo ótrúlega stolt af þeim. Kemur líka bara einhvern veginn bara sagan þeirra, alveg frá því að þeir eru litlir og það sem eru búin að takast á við erfiðleika, vonbrigði, gleði og allt á bara þetta moment. Já, og bara einhvern veginn að sjá það þarna saman, þú veist, og ég hafði svona smá áhyggjur af yngri Daniel, en ég þurfti þess ekki. Hvenær? Af hverju hafði það áhyggjur? Ég bara hélt, mér finnst það bara svona Það þarf að vera með. Já, hann náttúrulega bara 19 ára og þetta var náttúrulega mjög stór leikur og en hann bara geggjaður karakter og bara með sjálfstraust og svo náttúrulega var stóri bróðan sann til hals og traust. Þú talar að einhvern veginn að þú sett nú kannski ekki vön að sína tilfinningar og þú virkar mjög cool. Þú virkar svona eins og þú sett bara ofboðslega yfirveguð og þess alveg sögulegt moment að þú segist tárast því að það eins og leipið ekki. Svo þetta líka svakalega prívat. Já, og maður veit mjög lítið forsögu þína. Já. Bara það að þú hafi verið gift einum þekktasta fótboltamannum Eiris að drengi í landsliðinu. Mér langar aðeins að vita meira bara hvaðan hún kemur og ég veit hún kemur úr Kópavoginum. Hvaðan úr Kópavogi? Úr Snælandskverfinu. Þarna sem sagt Fossvogsmegin í rauninni í dalnum, Kópavogsmegin. Af hverju Snælands? Þetta var eitthvað svona fjölskyldu setur eða? Já, amma eða langamma og langafi átti Snæland búið á sínum tíma. Þannig að Svo bara heljarinn að land þar ekki? Já, það var sko Lundur og svo Snæland sem voru með eitthvað svona búskap og og svo bara kaupir eða látaðu Kópavogsbæ örugglega bara hafa þetta sko á sínum tíma. Já. Og og já, þannig að þá og svo bara byrjar að byggja þetta upp og finnst þið gaman og já, þannig að það var svona úr að bara eiginlega öll fjölskyldan bjóðana. Við vorum í Greinigrund og þannig að þetta var eiginlega bara svona fullt af frængum og frændum og frængum og amma og afi og einmitt langamma og langafi og bróðurinn og ömmu
og bara fjölskylda sko, þannig að þetta var bara eins og lítið ættamót hann á hverjum degi sko. Ég ólst þeim við Kópavoginum og ég, svona, það kvikna myndir bara svona í huga mér þegar þú ert að lýsa þessu, að því man eftir þessu hverfi og þarna, þú veist, og allt fyrir neðan Hjallabrekkuna og alveg niður í Fossvogin. Þetta er eiginlega svipuðu svæði og það sem að Háká er núna. Það sem að búið var. Já. Það er sko, hákvæðarundan það var byrjað þarna og svo er það meira alltaf komið upp í kór þangað upp í og færist mikið þangað. Já, en þegar það var í þegar það var þegar byrjaði, já. Þú átt 2 systkini. Já. Segðu mér aðeins fyrir þeim. Ég á eldri systir, hana Elisabetu. Hún er skýrði höfuð á mitt. Elisabetu, ömmu Draga. Hún 2 árum eldri. Hún var á fullu í fótbolta. Hún alltaf var í, hún eins og í 2 árum eldri, þannig að hún svona kannski passaði mig smá hana við frá. Alveg bara dásaleg. Og svo er bróðir, yngri bróðir 10 ára. Þannig að sem kom hann á kafi í pólitík í dag. Sem er á kafi í pólitík. Þannig að og stendur sér held ég bara mjög vel sko. Ég var að horfa á jómfrúraræðina á þingi. Já. Og síðan var hann, held ég bara núna daginn með ræðu á þinginu og hann kemur svona ferskur, sterkur inn og svona bjartur. Já, það er bjart yfir hún sko. Já, hann bjó lengi í Danmörku, eða ekki? Jú, hann er alveg í 10 ár, allavega sko. Og kemur kannski með eitthvað svona andrúm annar staða frá inn í pólitíkina. Já. En hvað með þig, svo bara, hvernig voru úlingsárin? Var þetta svona bara þetta dæmi gerði að taka þátt í öllum íþróttum og vera partur á öllu sem var að gerast í Kópavoginum? Já, ég held það sko. Þú veist, það var náttúrulega bara, við vorum í fótbolta, einhverjar stelpur í Breiðablik og já, ég held þetta hafa bara verið þetta típiska, þú veist, svo væri náttúrulega líka fullu í hestunum og þannig að maður var bara í þessu held ég, þá til að maður fór svo bara flutt út sko. Manstu eftir svona þessum mómentum þegar þú varst bara einhvern veginn ein með sjálfur, notaður bækur? Já, ég las alveg mikið sem krakki og alveg fram eftir. Það er ekkert svo langt síðan ég svona minnkaði lesturinn. Svona tek ég bara, kannski lífið tók aðeins við og kannski síminn aðeins mikið eða eitthvað. En jú, ég lesi mjög mikið. Manstu svona hvaða bækur það var sem þú tengdir mest við í þegar krakki? Já, ég man rosalega mikið eftir og á hana ennþá. Helgi skoðar heiminn. Já. Mér fannst hún alveg stórkostleg. Segðu mér þess frá henni. Já, ég man sko ekkert kannski rosalega mikið eftir. Ég ekki lesið hana lengi núna, kannski las hana fyrir krakkan ekkert tíman, en já, þetta er þess að strákur sem fer bara á stað með hesti sinn og hund og lendir í alls konar ævintýrum. Og ég tengdi eitthvað svo mikið við þetta því að þú veist, mér fannst svo myndirnar svo stórkostlegar í þessu og svolítið svona ýktar. Pínu kannski skeri eitthvað neginn og svipurinn á dýrunum og þannig að ég þessi er mér mjög minnistæði sko. Hún myndi alveg virka í dag, hún væri ekkert orðin úrelt, sko, sagan og svona heimurinn í bókinni virkar alveg á börn í dag. Já, ég held það eru, þú veist, ekki börn bara eins og við vorum þegar við vorum börn, bara, þú veist, bara, maður fer inn í einhverja bók og sér einhvern heim og, þú veist, ímynda sér eitthvað. Það er oft talað að sko, að við hefum ekki nóg mikið af bókum handa börnum, kannski að því við erum ekki að búa til nægilega mikið af nýjum bókum handa börnum, en svo er alveg haugur á bóku þegar maður fer svona að rifja þau upp, sumar kannski úreldast að einhver leyti, en aðrar nefn virka, bara svona til langs tíma. En svona, hefur tilfinningu fyrir þessum mómentum að hverfin í bók og hverfin í heim og bara... Já, bara algjörlega, sko. Maður er alveg, þú veist, maður fer á flug, sko. Svo las ég líka, þegar ég var óleitt að mynda af andra, þá las ég allar Lord of the Rings bækunar. Áður en að myndinu kom út, sko. Það var alveg svolítið skemmtilegt að því maður sér náttúrulega hvernig maður ímynda sér alls konar og það var náttúrulega fullt að gerast í þessum bókum og allir þessar verur og eitthvað óminni að maður er búin að sjá þetta einhvern veginn fyrir sér svo fer maður á myndin og það bara eitthvað já, býtu, þetta er ekki svona þetta bara virkar ekki Nei, ég veit að þetta gengur yfirlega aldrei en mér fannst myndina samt alveg geggjaðar sko. Og ég horfi alveg ennþá á þær og svo las ég náttúrulega Hobbitan í grunnskóla þannig að mér fannst alveg skemmt að sjá hana líka
Já, það eins og einhvern veginn að maður þurfi að ákveða bara, ok, nú ég að fara eitthvað allt annað verk, ekki verkið sem ég bjóð til. Þannig að mér fannst það alveg svolítið gaman að sjá munin hvernig ég var búin að ímynda mér þetta, eða sjá þetta eða og svo að fara á myndina. Já. Þannig að en mér fannst það stórkostlega myndir, sko. Ég man eftir pappaðinum. Já. En ég vissi ekki að maður í pappiðinn fyrir en bara í fyrradag af því að þú ert svo prívat. Já. Og ég man eftir honum sem markmann í Breiðablik og hörku góðu markmaður og spilaði ábyggilega í svona 20 ár með liðinu. Já, hátt í það, sko. En svo allt merkilegt með hann einn af stofnendum stærsta fótboltamóts á Íslandi. Þú mátt alveg segja mig frá því. Já, þá hét það var hann og Siggi í Gull og Silfur. Já. Þeir við vorum alltaf áfullu í fótbolta, ég og Begga, dóttir hans Sigga. Já. Og alltaf bara beta systir og systurinnar Beggu líka. Og þeim fannst bara vanta fótboltamót fyrir stelpur. Þannig að þeir ákveðu bara að koma þess á stað, sko. Þannig að maður tók þátt í Gull og Silfurmótinu fyrst og svo þetta náttúrulega bara frábært að sjá hvernig þetta hefur þróast, sko. Þetta heitir held ég símamótið í dag? Já, símamótið í dag og svo heitir þetta eitthvað annað fyrir einhverjum árum, held ég, ekki? Sko, það sem eftir hvað sponsorir? Jú, það bara eftir sponsorir, sko. Og það eins og með orkumótið í Eyjum og Tómamótið. Já, sem maður er búin að fara á 27 sinnum eða eitthvað. En maður veltir samt fyrir sér, sko, eins og með þetta að þú byrja með eitthvað. Svona verkefni, bara á ástríðu og líka bara því að dætuðin að spila fótbolta, gerum eitthvað. Já. Og það verður að svona ofboðslega mikilvægum viðburði, þar sem að sko fleiri þúsund stelpur koma í Kópavoginn og spila fótbolta. Sko, vissur, sko, fékk hann bara nægilegt kredit og þeir tveir fyrir þetta? Nei, ég hugsa ekki, sko. Ég fær bara gæsa og þú veist talmið þetta. Þetta var svo geggjað í den, sko. Nei, mér finnst það í rauninni ekki, sko. Þeir fengur reyndar, það var fyrir einhverjum árum að þá og hvort það var kannski bara í fyrra hitti fyrir að þá var eitthvað svona hjá Breiðablik eitthvað, þú veist, en kannski svona meira út á við, það hefur kannski ekkert verið en auðvitað er náttúrulega mjög langt síðan, sko. Já, en algjört frumkvölastarf. Nei, bara algjörst og bara í hvernig knattspyrnu á Íslandi, sko. Þannig að þú veist, þannig að maður er ótrúlega stoltur af þeim, sko, að hafa komið þess að stað, sko. Já. Og þetta var náttúrulega ótrúlega skemmtileg mót, þú veist, þannig að og maður náttúrulega tók alveg þátt í þessu í mörg ár og ég segi svo þetta náttúrulega bara orðið allt annað dæmi í dag en bara ótrúlega flott að sjá hvernig þetta hefur þróast, sko. Og bara gaman. Og Talía einmitt að keppa á þessu núna. Já, það? Já, hún keppa 2 ár núna. 2 eða 3. Það manna ekki. Já. Það rennur allt saman hjá mann þessi fótbolti. Heldur hún stefna á atvinnumennsku? Nei, hún kannski ekki nefnt atvinnumennsku en hún er mjög áhugasöm. Og og hefur, búin að var að æfa eitthvað aðeins út í Svíþjóðunum þau byggum þar. Og og er bara fullu, núna bara með háká, sko. Þannig að bara finnst það rosa skemmtilegt. Pabbiðinn lést núna fyrir 4 árum og hvað gerir maður þegar maður fær mannesku sem maður þarf að leita að upplýsingum að því hún er búin að vera svo prívat alla sína ævi. Maður les minningagreinar og þú skrifar alveg óbóðslega fallega grein pappaðinn og maður finnur hvað hann var eitthvað mikið svirði og hvað hann hafði mikil áhrif á okkur í gegnum hestamennsku, ferðalög og þarna fær maður sko þessa svona, hvað að segja, merkilegu mannesku í gegnum þetta. Hann hefur skipt ykkur alveg gríðarlegu máli, bara krakkana. Já, bara mjög, sko. Við vorum og erum bara náttúrulega ótrúlega náin fjölskylda. Þannig að þetta var náttúrulega bara rosa mikill missir og bara erfitt, sko. Og bara gerist líka hratt, sko. Þannig að þetta hefur náttúrulega bara verið mjög erfitt, en við erum bara heppin, við erum ótrúlega náin og bara höfum staðist saman í gegnum þessa sorg og bara enn í dag, sko. Þannig að það er unni bara, þú veist, eiga fallega minningar og þú veist, og það er það náttúrulega sem að skiptir
svo miklu mál og tölum náttúrulega mikið hann og þú veist, við vittum mjög oft í hann var náttúrulega mjög fyndinn og mjög kaldaðinn sem var mjög skemmtilegt. Kallaði þið rósina sína? Já. Sem og bætti við engin rós án þyrna? Nei, það vistu ekki, maður getur bitið frá sér. Býtur átt frá þér? Nei, en ég gefi að við þar þess. Já, þannig að hérna svona fljóta að hérna já, svona aðeins þú veist mörkin já, aðeins að svona ef það eitthvað þá nippa í fólk þegar að hérna sko, þú fer náttúrulega mjög ung þú fer til Hollands og Spánar og Englands og Svíþjóð og svona, ef þú berð saman þessa staði sem þú búið á af því að þú eru alveg börn á öllum þessu stöðum og díla við skólakerfi og menningarlíf og allt þetta hvaða staður á svona er næsti heftaðinu fyrir utan Kópavoginn? Fyrir utan Kópavoginn, sko. Það er alveg svolítið erfitt að segja, sko. Ég, að þetta er svo ólíkt allt og náttúrulega bara, þú veist, ólík bara moment sem maður lifir á hverjum stað. Sko, London fannst mér alveg bara frábær og maður tengir svolítið náttúrulega bara svona þangað, mér finnst Englingar alveg hrikalega skemmtlegir og eins og þeir eru náttúrulega bara svo oft orðhefnir en oft orðljótir en mér finnst það fyndið. Það eru eitthvað svona. Það er eitthvað, já, þeir eru skemmtlegir sko, þannig að þú veist, þau náttúrulega eignaðist 2 börn þar, Andri og Daniel fættust þar, en svo náttúrulega flyttum við til Barcelona, það er náttúrulega alveg mikið lífsgæði að búa á svona stað og við byggum eiginlega alveg við ströndina já, bara, þú veist, 2 mínútur labba þannig að voruð í bæið ekki langt frá Sitges og já, bara rétt maður keyrir bara fram í flugvöllunum suður af Barcelona, bara í 10 mínútur þá var maður bara, þetta Gavamar og bara lítill bær í rauninni en í rauninni tilheyrir Barcelona, sko þannig að við vorum þar og og það er náttúrulega bara að geta labba út á strönd með börnin sín og þú veist, og bara sjórinn og sólinn og þá er þetta náttúrulega alveg geggja að geta alveg upp öll þarna sko og svona tiltölulega safe. Já, og skólar og skólakerfi og allt þetta. Já, þeir fóru reyndar í sko breskan einkaskóla. Þeir voru, við héldum því, þeir voru náttúrulega búin að vera í því í Englandi þannig að við náðum að halda því áfram. Þannig að það var náttúrulega alveg mjög góður skóli og við haldum við þannig þá þannig að eins og tungumáli til dæmis. Þú veist, sem krakkar þá er við örgulega fljóta að pikka upp tungumálið. Já, þau eru engur stund að þessu, ég var kannski smá lengur. Já, er það? En ég menna bara spænskan til dæmis, sko, fórst að nota hana? Já, ég tala alveg spænsku, sko. Já. Og þannig að, en maður var kannski lengur að pikka hann upp líka að því að, sko, það er náttúrulega katalónska hana. Já. Og það er náttúrulega talið katalónsku og svo náttúrulega voru við í strákundin í enskun skóla, veist, þannig að það regnaðist maður náttúrulega bara, það var náttúrulega mikið bara brettar og fólk sem kom eitthvað starf að og þannig að nota maður náttúrulega mikið enskuna þannig að maður þurfti kannski ekki mikið að nota spænsku en ég þurfti þess náttúrulega með strákan í fótboltanum þá en það var náttúrulega mikið katalónska í bland við spænsku þannig að maður lærði nú svona að maður lærði fótbolta spænsku fótboltaspænsku, já það er þetta mjög mikið sko að því að margir myndi horfa svona einhvern veginn á lífið þitt á hverju augnablikki og hugsa að þú hafi lifað mjög öfundsverðu lífi að hafa þessi tækifæri að búa í góðum aðstæðum á góðum stöðum varstu meðvituð það eða varstu bara alltaf að díla við lífið eins og hver annar hvernig svona horfið þú á tilbaka? Já, sko, jú, maður var alveg meðvitaður það alveg eðlilega svo var maður alltaf bara mjög ungur líka en eins og ég reyndi bara að halda okkur ef aðalega mér, náttúrulega Eiður var svo rosalega mikið í sviðsljósunni að ég hélt mér og bara börnunum þannig sé ég bara svolítið mikið bara tilbaka eða prívat sko þannig að jú, maður er meðvitaður það en svo ertu bara í þínu þú ert bara með börn og keyra og sækja og elda mat og fara í búðina og bara þetta normal líf alveg saman hvar maður býr sko þá ertu bara busy í þínu sko og náttúrulega bara myndar í lífi kringum það sem þú ert að gera og þú veist og það verður kannski bara normal. En kom svona ekki annars lagið upp að þú vildi fá meira pláss bara til dæmis eins og að á seinni árum ferðu að
mennta þig, ferðu að vinna í þínu en kom það oft upp, byrju, hvað með mig? Hvað ég í svona þessum karriér? Sko, já og nei. Ég var alveg rosalega, sko, þannig sé sátt að vera heima með krakkana. Af því þau þurftu náttúrulega bara þetta aðhald. Þú veist, Eiðurinn var náttúrulega bara mikið í burtu oft og og bara oft álag náttúrulega bara í fótboltanum og annað og þú veist, og svo bara, þú veist, þannig að ég bara tók reyninu bara þessa meðvituðu ákvörðun að ég ætlaði bara að hugsa vel börnin og og auðvitað náttúrulega, þú veist, hefði við geta fengið eitthvað fullt af fólki til að hugsa þau og menn ég fari að gera eitthvað annað en mér fannst það var bara ekki ég og ég bara, sé náttúrulega aldrei eftir því ég átti bara stórkostlega mikinn tíma með börnunum mínum og gat bara alveg og vel upp, sko. Og það ekki síst þessna sem hún ferð að gráta á landsleikni? Nei, nokkulega. Þannig að, þú veist, og þeir voru líka bara undir miklu álagi, bara mjög ungir. Þeir, eru náttúrulega að byrja að snemma í svona fótbolta sem bara er álag og pressa, mikil pressa. Þannig að þeir þurftu bara líka á bara aðhaldi og bara góðri ummunum, ef maður getur sagt sem svo, bara að halda, sko. En sálfræðið þáttin í þessu, bara að vera atvinnumaður í fótbolta er gríðarlega stór partur. Þú þarft ekki annað en að detta út úr liði eða meiðast eða eitthvað slíkt. Þetta snýst allt sjálfstraustið og bara hvernig þið líður. Er þetta ekki, hvernig er hægt að viðhalda þessu? Þannig að þetta verði varanlega eða verður maður bara sætt sig við það að sjálfstraustið er bara upp og niður í leikskipulagi, hentar stundum og stundum ekki, stundum er bara alltaf mótið þér og stundum er eitthvað með þér. Já, í rauninni, sko. Þá þarftu bara, þú veist, vera meðvitaður að þetta sé bara það sem það snýst sko. En það er bara að missa ekki hausinn og líka þegar velgengur, sko. Já. Það er ekki síður þegar velgengur að þú missir ekki tökinn, sko. Það er líka alveg erfitt. Og maður gerir sér alveg grein fyrir því, þú veist, þegar maður hefur séð náttúrulega bara alla þessa fótboltamenn og hvernig hefur gengið. En auðvitað náttúrulega er rosalega erfitt að halda, þú veist, og bara ef maður er ungur og bara halda haus og bara halda sér gangandi, sko. Það hafa alveg oft verið moment sem að það hefur viljað hætta og þetta og þú veist, og bara þetta hefur bara verið erfitt, en þó hafi verið talað það var það samt aldrei það sem þeir vildu, sko. En það þessna sem það svona cool? Að það þurfti bara einhvern kaldan haus alltaf inn í herbergið til að díla við allar þessar tilfinningar. Já, maður þurfti náttúrulega bara, þú veist, svo er þetta bara svona, þú veist, erfitt að vera alltaf, maður er kannski alltaf þessu mikið að segja það sama, sko, þú veist, að þetta bara, þú veist, maður það bara að halda haus og áfram gakk og þú veist, og komast yfir þetta og allt þetta, sko. En nei, ég veit nú ekki hvort það sé, hverju ég er cool. En þú svona virkar eins og framkvæmdastjóri samt. Þú ert eins og manager með talentum þarna, en heldur utanum þetta skipuleggur þetta. Þannig að þetta verður svona dálítið mikilvægt að allir skilji hlutverk sitt á hverjum tíma og þú ert að greina kannski líðan líka á hverjum tíma. Já, svo náttúrulega er maður með 3, sko. Já. Þannig að það var kannski þessi var geðið hress og þessi var ekki hress og þú veist, og er ennþá í dag. Þannig að þú ert bara, þú veist, þarft að taka sálfræðinginn hér og svo ertu pepparinn hér eða þú veist, hvað, þannig að maður þarf alveg mikið að breyta, þú veist, vera fljótur að hvar maður er í tilfinningaskalanum, sko. Þannig að en þú veist, það bara fylgir þessu og það er bara, held ég bara með eiga börn, þú veist, það gengur vel hjá einu barni þennan tíma, ekki hinnu og svo öfugt og þú veist, þannig að eða líður ítl út af ykkur eða þú veist, hvort það sé fótbolti eða eitthvað annað. Þannig ég held að sé Þú væri frábær mannauðsstjóri. Já, það er aldrei að vita nema ég tek það að mér eitthvað tíma. Já, því að þetta einmitt tilfinningalíf fyrirtækja að nákvæmlega svona. Það er ekki allir alltaf á sama stað á hverjum tíma. Nei, það er eiginlega fæstum tilfellum, sko. Já. Þannig að þetta er bara svona að halda ykkur svona yfirvegun og bara, þú veist, ró í rauninni, þú veist, róa hugan, ekki vera alltaf bara, þú veist, og svo bara eins og meiðsli og annað, þetta tekur kannski bara marga mánuði að komast yfir og þú kannski bara sérði ekki fram úr þessu, sko, þú veist, en svo koma góðu tímanir og þá eru þeir svo góðir, þú veist, þá fattur og þetta styrkir mann alveg gríðarlega og hausinn á manni að geta díla við svona verkefni, eins og maður getur sagt. Þannig að góðu veit minn sem að mikill svona afreksmaður í
að lyfta og skíðasporti og alls konar. Hann var að segja mér að hann var komin í nýtt sport og hann var alveg hugfanginn og það Pilates. Og það var svo gaman að því vegna þess að hann svona mikið svona, mjög gaman að því svona að öllu sem svona ákveðið adrenalín og svo lýsti hann þessu og hvað þetta væri nú allt stórkostlegt og hvað væri nú magnað hvernig einhvern veginn sko að vinna með vöðvana í kringum miðjuna og eitthvað svona og ég hugsaði með mér, já, þetta einhver rosagaldur og þú ert að kenna þetta, þú búin að læra þetta. Finnurðu þessi áhrif að fólk svona kemur til þín bara hvaða sport þetta og yfir í að það svona fatti hvernig það getur farið í gegnum bara eina svona Já, því ég var nú bara sjálf þarna sko. Já. Þú veist, ég var alltaf einmitt í svona bara meiri hamagangi og eitthvað svona og jú, ég var búin að sjá svona eitthvað Pilates og eitthvað og vissi svona alveg það væri kannski eitthvað smá erfitt en þú veist, ég var náttúrulega í svo stórkostlega góðu formi að þetta myndi nú ekki býta á mig en já, þannig að ég bara sjálf prófaði að fara þegar ég bjó í Barcelona og það var nú bara gólunni heima veit mömmunni sko, það var einn Pilates-kennari og það er ekkert flóknar þetta, bara að vera á gólfi Nei, þú getur alveg gert það á gólfi sko, þú veist, en svo náttúrulega tækin, þannig að sem að náttúrulega bara alveg game changer sko og eða þú veist, ég myndi þú veist, það alltaf, ég gerir þetta gólfi en alltaf það bara frábært ef maður kemst í tækin að geta nýtt þau En þú getur gert einhverja grunnæfingar eða viðhaldið sem sagt heima já, en svo þarft alltaf tækin bara til þess að ná betri árum Þetta í rauninni, þetta kerfi í rauninni kannski líka gert þannig að þú getur gert æfingarnar og það líkamlega það mikla líkamlega vitund að þú getur gert þetta heima þetta í rauninni fyrir því að taka úr stúdíónu og geta gert æfingarnar og bara út í lífi í rauninni þetta er ekki bara eitthvað æfingarkerfi þetta er rauninni bara að kenna þér að bera þig og hvernig átt að beita þér og annað og Getur lýst þessu fyrir mig í nokkrum orðum bara hvernig svona hvað ert að vinna með? Þetta er náttúrulega bara að með bara líkamsstöðu að þú bara standir uppréttur og bara eins og hann sagði þú ert ekki eldri en það sem hryggurinn segir að það sem Pilates sagði sko þannig að þú ert bara að vinna rosalega mikið með korið að það sé sterkt að það miðjan sé sterk til þess að annað geti bara hreyfst Þetta vinnst eiginlega alltaf út frá miðjunni vöðvum bara í kringum þá bara hrygginn og alveg út og bara út og svo bara út í fætur og hendur og þannig að þú bara standir uppréttur í réttri líkamsstöðu sko og kunnir að beita þér og þannig að getur lifað verkjalaus basically Margir fara í ræktina og keyra bara lóðun til að þenni út kassan eða bara styrkja lærin og eitthvað slíkt en er þetta meira eins og sko hugsun hvað að segja að þetta fari svona að þú svona skynjir eða hvernig þú styrkist og bætir lífið þitt í staðinn fyrir endilega að þetta sé útlitslega Já, bara algjörlega og svo að þú getur bara nýtt þetta líka í öllu öðru að lyfta og bara hjóla eða hlaupa eða að þú sést alltaf að spá í hvernig þú ert að beita þér þú sést að styðja við hrygginn eða við bakið þú veist þannig að þú farir ekki bakinu eða þetta hitt og þú sést nógu sterkur til þess að bara geta, bara beittir alls staðar annars staðar sko. En að því þú sagðir að það hefur verið svo fínu formið þegar þú byrjaðir í þessu en fattar það þarna þá að formið var eitthvað svindl? Já, ég var bara ekkert neitt með þetta sko. Ég held ég væri bara í miklu betra formið ég var sterkari í miðunni það var allavega mjög erfitt þannig að svo byrjaði ég var ólétt af talju byrjaði ég í tækjanum bara því að bara nýjörn ólétt og bara fjall bara algjörlega fyrir þessu og var bara alla meðgönguna og svo bara því ég átti hana og svo flyttu til Madridar og þá fer ég í námið þannig að og bara mér finnst þetta bara stórkostlegt sko. Þarna svona svissar eiginlega yfir í bara á einhverjum 10-12 árum bara yfir í karriér hugsun og kannski orðið meira svigrúm krakkarnir eldri og annað en hvað langar þið svo að gera áfram með þetta?
ertu búin að hugsa einhvern veginn hvernig þú ætlar að teikna upp þessa framtíð eða ertu svona að taka þetta frá degi til dags? Nei, ég náttúrulega þú veist, ég hugsa mjög mikið oft fram í tíman. Já. En ég vilt fara hlutinir einhvern veginn allt öðru heldur en ég er búin að sjá fyrir mér. Þannig að ég er alveg búin að hugsa svo fer ég bara, kannski í þetta og þú veist, hugsa þetta og svo fer ég að fæ ykkur aðra hugmynd og þannig að ég bara svona aðeins að ég ekki komið með ykkur að loka niðurstöðu. Þannig að en klárlega eitthvað alveg meira með þetta sko. Já. Einhvern veginn taka þetta meira svona út fyrir bara frá 9-5 sko. Sko ákvörðun að flytja heim. Af því að nú ertu eiginlega búin að vera meira á minni 20 ár í útlandum. 26 ár. 26 ár. Já. Og af hverju ákveður að bara koma hingað og setjast að á Íslandi? Íslandi náttúrulega heima. Já. Það hefur alltaf verið heima. Og bara hjá krökkunum líka. Við erum, þeir eru mjög íslenskir. Já. Þáttu verið að vera svona lengi úti. En náttúrulega fjölskylda mín og vinir eru hér. Þannig að það var í rauninni ég einhvern veginn bara, það var í rauninni alltaf planið sko. Að eins og segi, þú veist, að koma aftur heim og einhvern veginn, maður hefur náttúrulega mist af miklu, þú veist, svona af bara alls konar einhverjum, þú veist, afmælum og einhverjum fjölskylduhittingum og vinahittingum og þú veist, maður er búin að vera rosalega mikið einn úti. Ertu núna alltaf að drekka það í þig? Nei, bara það sem þú veist, kemur upp sko, ekkert eitthvað þannig að og svo bara náttúrulega kannski fyrir Talíu líka, hún náttúrulega vildi koma heim og alveg blómstrar hérna heima. Og hann var í rauninni kannski ekki erfið ákvörðun eða þannig sé að ég ætla eftir þetta var bara alltaf þeim sem myndi gerast þegar strákarnir væru orðnir nógu stóri til þess að geta verið búið sjálfur og komin sér bara verið búið, séðum sér sjálfur. Þannig að ég var búin að koma þeim ágætlega frá mér í það, kennaði mig auðvitað vel ná svona. Nei, hann að þeir og bara því ég fann að Daniel, mér fannst að vera orðin nógu bara sterkur og bara tristunum í þetta. Já. Að því þetta ég hef ekki viljað fara fyrr. Hann var búin að vera gangi í gegnum bara erfið meiðsli og sem tók bara langa tíma og þannig ég hef ekki viljað vera ekki hjá honum sko á þessum tíma. Stutt í svona, hvað var að segja, samvinskupbyttið eða svona þetta að geta ekki verið til staðar. Já, það því maður náttúrulega vill bara vera alltaf til staðar fyrir börnin sín og þú veist, og maður reynir það náttúrulega og en auðvitað náttúrulega svo bara eldast þau og þau náttúrulega bara svo fara að taka ábyrgð sjálfum sér og allt það, þá maður sé svo alltaf til staðar sko. Þannig að það var í rauninu bara svona allt ákvörðun að ég kem bara heim og myndi bara setjast það hér. Sáðu þú, ert í félagi kvenna í atvinnurekstri? Já, ég er nýbyrjuð þar. Nýbyrjuð þar? Já. En það skiptir alveg óbúslega miklu máli einmitt að búa til þetta tengslanir. Hvernig gengur þið með það? Bara svona á atvinnulegum forsendum að tengjast bara konum í atvinnulífi, viðskiptalífi og svona konum sem að eru bara á svona svipari braut og þú? Já, það gengur bara fínt sko eins og ég hef kannski ekki komið mikil reynsla á það ennþá. Ég sé því ég er bara svona nýbyrjuð þarna og og ég farið eitthvað nokkur svona ívent en en mér er bara gaman að hitta þetta bara konur úr alls konar þannig að þú veist maður getur lært svo mikið af þú veist, tengist ekkit neitt það sem ég er að gera en bara sjá hvað konur geta verið bara sterkar og framtakssamar og og ég sé og bara geta leita og líka til yngri sko og þú veist, þetta er ekki síður það sko. En finnur ekki líka að þú er ýmislegt að gefa bara komandi úr umhverfi erlendis frá og ólíkum stöðum og ólíkum menningarheimum að það er bara mjög margt þar sem að þú hefur tekið inn og við getum kannski lært af hérna heima? Jú, alveg örugglega sko. Já. En kannski kemur ekki að því fyrir að þú ferð eitthvað neginn að grufla? Nei, þú veist, kannski ekki sko en mér er þetta svona kannski meira maður að gefa fólk einhvern veginn ráð, kannski einhver svona í lífinu eða eitthvað, hvernig að, þú veist það, því við erum alltaf svo lítil þjóð og þannig að þetta er svo rosalega ólíkt að vera hér eða úti. Þannig að þú getur hugsað að vera með titilinu Ragga ráðgjafi? Já, ég bara getur,
það margir sem hafa sagt það við mig, sko. Já. Þannig að ég bara mannastjóri og ráðgjafi og bílskjari og... Við erum komið marga starfstöð. Já, þannig að... Sko ekki það að þú sétti örgulega þú valla að leita þar einhvern, það bara það kviknar einhvern veginn á samt, þegar maður sér mannesku með sem kemur úr svona bara umhverju sem að þú hlýtur að hafa hlaðið utan reynslu en þú ert ekki endilega með sko prófgráðu fyrir það en þú með getuna til þess að díla við það. Já, svo gerir pabbi nú líka alltaf gríni mér, ég verð nú með fleiri kílómetra heldur en atvinnubílstjóri, ég bara keyra svo mikið. Já, eða. Þannig að ég get kannski líka atvinnubílstjóri. Já, akkurat. Nei, þannig að maður tekur allavega alls konar með sér. Að því þú sagðist plana svona vera sæmilega skipluð fram í tíman en það klikkaði vilt alltaf. Hvernig sér þú svona 5 ár fyrir þér? Máttu þú segja það? Ég bara veit það ekki. Ég hef líka lært það að að vera ekkert ákveða eitthvað 5 ár fram í tíman. Af því að þú veist, það ekkert að fara að gerast. Leifa bara lífinu komin í hliðina. Já, ég bara eiginlega meira núna að lífið bara gerist og það gerist það sem gerist og þó ég sé kannski búin að gera mér eitthvað svona hugmynd eitthvað. Já. En náttúrulega bara í þessum fótboltaheimi þá náttúrulega bara fluttur allt í hennu bara á morgun sko og þú veist og eitthvað allt annað en þú helst að vera að flytja. Já. Og það var bara þú veist Þannig að þú ert alltaf viðbúin að Já, allavega kannski ekki viðbúin en það kemur ekki jafnvægi. Nei. Þannig að þú veist maður tekur því bara sem kemur sko. Frábært að vera með þér. Já. Og takk fyrir bara að spila þessu með mér. Já, bara takk fyrir að fá mig. Og þú ert örugglega á leiðinni annarkvort til sko Englands að horfa á drengið þar eða til síðan þú ferð svona hoppar á milli. Já, ég reyna að fara ég búin að fara núna til Andra og Daniel, svo ég farið til Svanna núna í Hann í Belgíu eða ekki? Nei, Andri var í Belgíu, komið núna til Englands. Já, og Svanni Daniel í Svíþjóð, í Malmö og Svanni í Nóri, í Sarpsborg. Og Svanni í Nóri, já, ok. Þannig að ég reyna að skipta milli, en ég horfa á eiginlega hvern einasta leik helgar í sjónvarpinu, eða fer. Þannig að ég reyna allavega að halda fann fylgjast með og ég geta haldið áfram að ráðleggja þeim í fótboltanum. Svo kannski verð ég bara fótboltaþjálfur og ég veit af. Gætirðu hugsað þér bara því þú nefnið það? Nei. Ekki nei? Nei. Okay. Ég skal bara vera ágæði. Það er líka eina neyið sem þú sagði samt í... Já, nei, þetta er bara komið fínt, sko. Þetta, já. Takk fyrir. Frábært að vera með þér. Já, sömuleiðis.